Hefst nú umræðan og fyrstur tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegur forseti, góðir landsmenn. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar tók við á Bessastöðum þann 11. janúar síðastliðinn. Hin nýfædda ríkisstjórn fær góðar ytri aðstæður í arf. Þannig er staða efnahagsmála sterk og góðar horfur til framtíðar. Ný ríkisstjórn tekur með sér frá alþingiskosningum sterka kröfu uppbyggingu, grunnþjónustu og samfélagslegra innviða. Stjórnarsáttmálinn fjallar innviðauppbyggingu og stöðugleika. Innviðauppbyggingin er kjarninn í sáttmálanum, sama hvort litið til heilbrigðismála, menntamála, almannatrygginga, fjölskyldumála, samgöngumála eða nýsköpunar. Jafnframt vill ríkisstjórnin byggja upp áframhaldandi jafnvægi í efnahagsmálum. Með hliðsjón af þessu eru leiðarstef eða gildi ríkisstjórnarinnar tvö, jafnvægi og framsýni. Jafnvægi skapar nauðsynlega festu og aga. Sígandi lukka er best. Framsýni veitir kraftinn til að byggja upp, komast lengra, gera betur. Beinum sjónum fyrst að jafnvæginu. Jafnvægi er flókið hugtak enda felur það í sér jafnvægi í ólíkum aðstæðum og ólíkum verkefnum. Við sækjumst eftir framförum en leið viljum við að þær færa okkur nýtt jafnvægi og aðlögun að bættri útkomu. Þjóðfélagið er safn þeirra einstaklinga sem það byggja, einstaklinga með ólíka sýn, hæfileika og skaphöfn. En þó eru sumir sem láta sér lynda það að lifa úti í horni óáreittir og spakir, segir í ljóði Tómasar Guðmundssonar, því það er svo misjafnt sem mennirnir leita að og misjafn tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. Jafnvægið í þjóðfélaginu snýst ekki eingöngu ytri gæði. Það snýst einnig það hvernig við nýtum þau til að rækta það sem býr innra með okkur. Vísbendingar streyma inn sem benda til að við getum gert miklu betur bæði sem þjóð og einstaklingar til að láta okkur líða vel. Of margir upplifa vanlíðan, kvíði og þunglyndi þjaka marga og því miður ekki síst unga fólkið okkar. Það er ekki léttvægt í huga unglings ef hann finnur til depurðar vegna þess að viðbrögð við því sem hann setur inn á samfélagsmiðla standa ekki undir væntingum. Þetta er nýr veruleiki sem við þurfum að hjálpa börnunum okkar að átta sig á. Ríkisstjórnin stýrir ekki hamingju einstaklinga en aðgerðir ríkisstjórnar hafa vissulega áhrif á siglingu þjóðarskútunnar, hvert hún stefnir, hvort á henni sé slagsíða og hvernig búið er að áhöfninni. Svo má leiða líkur að því að umræðan á Alþingi geti einnig haft áhrif á sálarlíf þjóðarinnar. Jafnvægið í þjóðfélagsgerðinni kemur nefnilega bæði að ofan og að neðan og það kemur ekki að sjálfu sér, það þarf að vinna í því. Það er margt sem hefur þar áhrif. Sterkar vísbendingar eru að niðurskurður eftir hrun hafi kallað fram hughrif hjá stórum hluta þjóðarinnar að samfélagssáttmáli tryggt aðgengi að heilbrigðisþjónustu hafi brostið. Aukin útgjöld til heilbrigðismála á síðustu árum hafa ekki náð að lækna þessi hughrif. Ríkisstjórnin hefur með stefnuyfirlýsingu sinni gert heilbrigðismál að forgangsverkefni. Hluti af því verkefni er að móta skýrari stefnu hvernig við stýrum síaukinni eftirspurn og hvert skútan skuli sigla. Þjóðin eldist og tækninni fleygir fram. Verðmætasköpun þjóðarbúsins sem standa verður undir heilbrigðisútgjöldum eykst hægar en getan til að vinna á sjúkdómum. Og áskoranir í heilbrigðisþjónustu eru margar. Við leysum þær ekki allar með nýju fjármagni. Til þess er fjármagnið af of skornum skammti. En góð efnahagsleg staða Íslands og gott lífeyriskerfi gera okkur samt sem áður betur í stakk búin en flestar aðrar þjóðir til að takast á við þennan vanda. Framleiðslan á hvern Íslending leiðrétt fyrir kaupmætti var ein sú mesta í heimi hér á árinu 2015 og fjórðungi hærri en að meðaltali í Evrópusambandsríkjunum. Þetta þýðir
að við getum gert kröfu að lífsgæði hér á landi endurspegli þessa stöðu, þessa afar sterku stöðu. Jafnvægi felst einnig í því að styðja þá til sjálfshjálpar sem aðstoðar þurfa við. Ríkisstjórnin hyggst taka upp starfsgetumat og gera örorkulífeyriskerfið sveigjanlegra til að ýta undir þátttöku á vinnumarkaði. Einnig mun nú leitast við að fólk með fötlun geti sjálft stýrt þjónustunni sem það fær. Markmiðið er að auka lífsgæði og samfélagslega virkni. Ísland er fjölmenningarsamfélag, ríkt af mannauði sem verður að fá að njóta sín. Ríkisstjórnin ætlar að auðvelda innflytjendum að verða fullgildir og virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Góðir landsmenn, hér má enn taka dæmi af því hvernig jafnvægi getur skipt máli fyrir samfélagsgerðina. Ein helsta áskorunin í flóknum heimi íslenskra fjölskyldna er jafnvægið á milli vinnu og einkalífs. Þar skipta aðgerðir jafnréttis- og fjölskyldumálum miklu. Svo vitnað sé til Bríetar Bjarnhéðinsdóttur: Vér heilsum glaðar framtíðinni þar sem karlar og konur vinna í bróðerni saman að öllum landsmálum, bæði á heimilunum og á Alþingi. Þessi aldargamla draumsýn Bríetar er nær því að verða veruleika nú en nokkru sinni áður og kannski nær því í okkar samfélagi en nokkru öðru. Og ríkisstjórnin mun gera sitt til að stuðla að því. Síðast en ekki síst snýst jafnvægi efnahagsmál. Það er mikil áskorun fyrir ríkisstjórn að taka við góðu búi í efnahagsmálum. Það er ekki sjálfgefið að því sé hægt að viðhalda og að aldrei gefa á bátinn. Hér hefur ríkt góður hagvöxtur í mörg ár og hagsagan kennir okkur að magrari ár kunna að vera handan við hornið. Við þurfum að leita leiða til að auka jafnvægi og minnka sveiflur, til dæmis með samstillingu peningastefnu, fjármálastefnu hins opinbera og vinnumarkaðar, með endurskoðun ramma peningastefnu Seðlabankans, með nýju vinnumarkaðslíkani að norrænni fyrirmynd og með nýjum stöðugleikasjóði sem haldi utan arð af orkuauðlindum. Fjárlög ársins 2017 voru samþykkt í góðri sátt á Alþingi í desember. Í þeim er kveðið á rúmlega 50 milljarða króna útgjaldaaukningu frá árinu 2016 eða 8% af útgjöldum ríkisins. Þessi hækkun er fyrst og fremst til velferðarmála og hún er fordæmalaus. Hækkunin er tilkomin vegna skýrra krafna samfélagsins að aukin útgjöld renni til grunnþjónustu og innviða. Aukin útgjöld ríkisins á tímum mikils hagvaxtar eru almennt gagnrýnd af hagfræðingum því hagkerfið þurfi ekki á innspýtingu að halda við slíkar aðstæður, en það er mikilvægt að hafa í huga að þessi innspýting í grunnþjónustu er svar við ákalli samfélagsins sem gekk í gegnum sársaukafullan niðurskurð eftirhrunsáranna. Tekist hefur vel að lækka skuldir ríkissjóðs, sérstaklega með stöðugleikaframlögum, en vaxtagjöld eru enn allt of há. Í fjárlögum er gert ráð fyrir að við greiðum 70 milljarða króna í vexti á árinu. Það er 10 milljörðum minna en fyrir 2 árum síðan, en það er engu að síður allt of há fjárhæð og þetta er samt sem áður með hæstu vaxtagjöldum í Evrópu þegar horft er á hlutfall af landsframleiðslu. Við getum ekki sætt okkur við að greiða hæstu vaxtagjöld í Evrópu sem hlutfall af landsframleiðslu. Það er þess vegna brýnt verkefni að lækka áfram skuldir og þar með vaxtagjöld ríkisins og það leiðir af sjálfu sér að það er stórt velferðarmál að lækka skuldir því þannig eykst svigrúm til þess að gera betur á öllum sviðum. Jafnvægið milli aukinna útgjalda í grunnþjónustu og efnahagslegs stöðugleika er stærsta verkefni þessarar ríkisstjórnar, eins og margra annarra ríkisstjórna á undan henni. Verkefni krefst ögunar og samstillts átaks. Ríkisstjórnin kemur ekki ein að þessu verkefni. Samstilling hagstjórnar er á margra höndum. Góðir landsmenn, víkjum þessu næst að hinu leiðarstefi stjórnarsáttmálans, framsýni. Framtíðin er ekki eins og hún var hér áður fyrr.
segir hnyttið spakmæli sem mörgum eignað. Spakmæli lýsir síbreytilegum heimi. Framtíðin á morgun verður örugglega öðruvísi en framtíðin í gær. Einstaklingar búa sig undir óræða framtíð með framsýni. Þeir reyna iðulega að gera það sem þeir telja að muni koma sér og sínum að gagni. Mennta sig, leggja fyrir, koma sér upp þaki yfir höfuðið og koma börni sínum sómasamlega til manns. Og sama á við þjóðfélög. Þau eiga að setja sér markmið á grunni bestu fáanlegu upplýsinga og rannsókna, vinna síðan af krafti að því að ná settum markmiðum. Eitt þessara markmiða er bætta lýðheilsu. Nýjar rannsóknir sýna við Íslendingar erum eftirbátar annarra Norðurlanda þjóða þegar kemur að mataræði og hreyfingu. Við sem ríkisstjórn höfum sett okkur það verkefni að móta heilbrigðisstefnu þar sem haft verður að leiðarljósi að veita góða þjónustu þegar eitthvað bjátar á, en gera jafnframt forvörnum og lýðheilsumarkmiðum hátt undir höfði. Og þannig horfum við til framtíðar í þeim tilgangi að bæta heilsu landsmanna og draga úr álagi á heilbrigðiskerfið vegna lífsstílstengdra sjúkdóma. Og tökum annað dæmi úr allt annarri átt. Í upphafi 10. áratugarins var mikil umræða einhæfan útflutning. Við fluttum fyrst og fremst út fisk. Eggin voru öll í sömu körfunni. Talað var að við þyrftum að stórauka útflutning til að lífskjör okkar gætu staðist samanburð við nálægar þjóðir. Við þyrftum jafnframt að auka fjölbreytni útflutnings. Aðgerðir okkar þyrftu að beinast að þessu. Og nú, aldarfjórðungi síðar, hefur verðmæti útflutnings á föstu verðlagi þrefaldast. Okkur hefur tekist að halda uppi góðum lífsgæðum á nær alla mælikvarða sem máli skipta. Það sem meira er, okkur hefur tekist að skjóta fleiri og sterkari stoðum undir útflutning. Við sýndum framsýni og það skilaði góðum árangri. En við verðum að halda áfram og standa okkur í samkeppni þjóðanna. Við þurfum að tvöfalda verðmæti útflutnings á næstu 15 árum. Og hvernig gerum við það? Varasamt er að treysta á að okkur takist að ná þessu markmiði með því einu að auka magn útfluttra vöru, svo sem sjávarfangs eða málma. Nær er að leggja áherslu á aukna verðmætasköpun og þá kannski sérstaklega úr því sem við höfum þegar úr að spila. Og við verðum að byggja á hugviti til að framleiða vörur og þjónustu í alþjóðlegri samkeppni. Þar liggja sóknarfæri okkar til aukins útflutnings til framtíðar. Nýsköpun og þróun eru lykilorðin. Ríkisstjórnin hyggst styðja myndarlega við rannsóknir og þróun. Og hlutverk samkeppnissjóða verður víkkað út til rannsókna á sviði skapandi greina. Til að ná þessum árangri og bæta samkeppnishæfni Íslands þurfum við að bæta menntun. Menntun er lykillinn að framtíðinni. Hún gerir okkur kleift að skapa það hugvit sem útflutningur okkar byggist á. Menntun gerir börnum okkar betur fær til að standast alþjóðlega samkeppni en setur jafnframt þá pressu á okkur að bjóða ungu kynslóðinni samkeppnishæf lífskjör í alþjóðavæddum heimi. Menntun gerir okkur líka betur í stakk búin að takast á við tæknibreytingar. Ný bylting í atvinnuháttum er framundan en við vitum ekki enn hvaða áhrif hún mun hafa á einstakar atvinnugreinar. Eitt dæmi, sjálfakandi bílar. Við vitum ekki hvort bílum mun með þeirri tækni fjölga eða mun þeim mögulega fækka. Menntun hjálpar okkur að takast á við hið óvænta og óþekkta þótt óljós sé hvernig menntunin verði að lokum nýtt. Ríkisstjórnin mun því beita sér fyrir því að öll skólastig verði efld. Það er framsýni. Ein stærsta ógn samtímans er hlýnun jarðar af völdum gróðurhúsalofttegunda. Við þurfum að axla ábyrgð í samfélagi þjóðanna. Svo aftur sé vitnaði Tómas, en mörgum finnst hún dýr þessi hóteldvöl, þó deilt sé hvort hótelið sjálft muni græða. En við sem ferðumst eigum ei annars völ. Það er ekki fleiri gististaði að ræða. Í aðgerðaráætlun í tengslum við Parísarsamkomulagið. Þarna er ríkisstjórnin með áform að setja græna hvata og hvetja til skógræktar, landgræðslu og orkuskipta í samgöngum.
Í stjórnarsáttmálanum kveðið á að ekki verði efnt til nýrra ívilnandi fjárfestingarsamninga vegna mengandi stóriðju. Ljóð Tómasar á einnig vel við ferðaþjónustuna, nýja burðarás gjaldeyristekna í íslenskum þjóðarbúskap og helstu ástæðu ört vaxandi gjaldeyrisforða. Velgengni þessarar atvinnugreinar byggist á þrotlausri vinnu og öflugu markaðsstarfi. Við þurfum hins vegar að fara að öllu með gát. Við þurfum að hugsa fram á veginn og ekki glutra niður einstæðu tækifæri til langtíma hagsældar með skammtímasjónarmiðum og einskiptis gróða. Jafnframt nauðsynlegt að öðlast betri skilning á áhrifum ferðaþjónustunnar á aðrar atvinnugreinar, ekki hvað síst sprotafyrirtæki í alþjóðlegri samkeppni. Ég get ekki látið hjá líða að minnast með miklu þakklæti á þrotlaust starf lögreglu, björgunarsveita og landhelgisgæslu undanfarna daga við leit og rannsókn á máli Birnu Brjánsdóttur. Með hjálp fjölmiðla höfum við fylgst með þrautþjálfuðu fólki leggja nótt við dag til að upplýsa þetta átakanlega mál sem hefur hreyft við okkur öllum. Í sorginni yfir að sjá svo sviplega á bak ungri konu í blóma lífsins hefur verið huggun í þeim samhug og samstöðu sem þjóðin hefur sýnt, í viðbrögðum almennings sem hefur leitað Birnu, veitt upplýsingar og sýnt foreldrum hennar og ástvinum hlýju og stuðning. Ég votta fjölskyldu Birnu og aðstandendum innilega samúð mína. Hæstvirtur forseti, góðir landsmenn, ríkisstjórnin að hefja nýtt kjörtímabil, nýja vegferð sem stendur fram á 3. áratug þessarar aldar. Á kjörtímabilinu minnumst við 100 ára fullveldis Íslands og 75 ára afmælis lýðveldisins. Við getum verið stolt af forfeðrum okkar og mæðrum, baráttuþreki þeirra og framtíðarsýn. Þau tóku við þröngu búi en með vilja og framsýni tókst að bæta kjör þjóðarinnar. Við getum einnig verið stolt af því hvernig við, kynslóðirnar sem á eftir fylgdu, höfum byggt upp velferðarsamfélag í fremstu röð. Við getum verið stolt af landinu okkar. Við eigum að halda þessu góða starfi áfram og hlúa vel að umhverfi okkar sem í sífelldri þróun. Ríkisstjórnin setur sér þannig það markmið að Ísland verði eftirsóknarvert fyrir alla þá sem vilja taka þátt í að byggja upp íslenskt samfélag til framtíðar, samfélag þar sem mannréttindi, jöfn tækifæri, fjölbreytni, frelsi og ábyrgð ásamt virðingu fyrir ólíkum lífsskoðunum mynda sterkan grunn.